Já, takk fyrir að bjóða mér á þessa ráðstefnu. Mjög glöð að í rauninni að fá að koma og tala við ykkur og segja ykkur aðeins frá því svona hvað sveitarfélögin að gera í samvinnu snýr að stafrænni þróun. Ég er leiðtogi stafræns umbreytingateymis en við erum 3 og þau sitja hérna hjá mér, Björgvin og Hrund líka. Og ég vona að við eftir að hafa góð samskipti við ykkur núna í framtíðinni líka. Við erum tiltölulega nýbyrjuð, þannig séð. Ég ætla að þakka Jónasi bara fyrir að við séum að koma og tala við ykkur líka. Það er náttúrulega samstarf hugbúnaðarhúsanna og hins opinbera og sveitarfélaganna er gríðarlega mikilvægt og það hefur verið lengi. Og þar náttúrulega aukast. Framtíðin er í rosalega örri breytingu núna í snýr að tæknimálum. Og við vitum það náttúrulega öll að það eru mikla breytingar framöndan. Sveitarfélögin það er að fjölga fólki innan sveitarfélaganna og í rauninni sveitarfélög og svo er náttúrulega bara innflytjendur og annað slíkt og við getum ekki bara fyrir að ráða starfsfólk og ráða fleiri. Við þurfum að hugsa það hvernig ætlum við að auka skilvirknina hjá okkur. Og þar kemur tæknin svo sterkt inn og þarna skiptir máli. Við þurfum að hafa þekkingu til þess að vita hvað við getum gert, tekið ákvarðanir og það er svo mikilvægt í þessu samhengi og þarna kemur þetta Ísland er náttúrulega uppfyllt af flottu tæknifólki líka en það er bara ekki mjög margt sem vinnur hjá sveitarfélögunum í dag. En þetta er þannig að við þurfum náttúrulega að vinna alls saman. Ég var nú svona alltaf eitthvað að spá í get ég sagt eitthvað fyndið svona í upphafi á svona ráðstefnu. Það er svo gott að fá fólk til að brosa og þá verður ég að segja, já, ég hefði kannski þetta bara að segja, já, ég ætla að fá nýju gervigerðarlausnina til þess að segja eitthvað. En svo komst ég aldrei lengra með það. En ég ætla bara að hafa þetta á mannlegu nótunum og mér finnst rosalega skemmtilegt að koma. Men til þess að segja ykkur svona aðeins frá því bara að því ég held að mig grunar að alls ekkert allir innan sveitarfélaganna viti hvað sambandið er búin að vera að byggja upp. En það var til tölvuþjónusta sveitarfélaga til síðustu aldamóta en var lagt niður þá og það var ekki fyrir á landsþingi 2018 sem var ákveðið að skoða það aftur frekar að vinna meira saman sveitarfélögin snýr að stafrænni umbreytingu og þannig að ég var ráðin fyrir 3 árum síðan til þess að koma á svona samstarfi og þetta er þetta svona uppbygging og umgjörð samstarfsins sem er núna í gangi og við erum ekki að gera þetta svona bara upp úr þurru. Þetta er líka það sem er að gerast í Danmörku og Noregi og mjög sambarlegt, við erum bara stálum þessari mynd, þannig séð. Stafrænt ráð sveitarfélaga hefur verið starfrækt í svona 2 ár og er mannað framkvæmdastjórnum sveitarfélaga eða pólitískt kjörnum og þannig er verið að taka ákvarðanir það svona, hvað er skynsamlegt út frá greiningum að vinna í sameiningu milli sveitarfélagana. Og faghópur stafræna umbreytingu, hann er svona grasrótarhópur og byrjaði bara með nokkrum einstaklingum sem eru í stafrænni umbreytingu hjá sveitarfélögunum. Ég held að við höfum byrjað 5 en er núna búin að stækka mikið og við erum í svona smá endurskoðun núna. En þarna er náttúrulega verið að taka greiningar, skoða hvað getum við gert saman og hvernig getum við verið að nýta þekkingu á milli sveitarfélaganna og þær áskoranir sem eru, hvernig getum við verið að finna út úr þessu. Gríðarlega mikilvægt samtal sem er að verða núna því að þetta eru stórar áskoranir sem að sveitarfélögin eru líka að kljást við. Svo erum við með undirhópa. En þetta stafræna umbreytingateymi sem að við erum hjá, við erum náttúrulega að horfa svolítið á stefnuna og skoða greiningarnar og hvar gætum við verið að vinna og erum að reyna að grafa ofan í það til þess að átta okkur á því hvernig geta sveitarfélögin verið betur svona undirbúin eða staðsett varðar grunntækni og tækni innviði til þess að takast á við þessa framþróun sem við erum í og hvað að þessa nýju þróun hentar sveitarfélögunum vel. Samvinna bara við sveitarfélögin, láta þau miðla upplýsingu sín á milli og svo erum við að taka okkur líka verið í verkefnastýringu og verkefnum. Og hér er bara svona glæra almennt bara svona, okkar markmið er náttúrulega að vinna að samstarfi sveitarfélaga til að auðvelda þeim að þeir verði virkir þátttakendur í stafrænni umbreytingu
og nýta nútímatækni til þess að bæta skilvirknina, einmitt að það alveg rosalega stór áskorun, þjónustu og samskipti. Og ég heyrði það svolítið svona í upphafi, ætlið þið að fara að stofna einhver ráðgjafadeild þarna, þú veist, hjá sambandinu. Það alls ekki þannig, sko. Við erum að reyna að stuðla að þessu og þessu samstarfi við atvinnulífið til þess að sveitarfélögin geti þróast hratt. Því að við erum náttúrulega erum að komin einmitt eftir þetta COVID-tímabil, þá náttúrulega bara fór stafræn umbreyting á fleygi ferð. Tækninýjungar verða núna bara alls konar kemur upp og við vitum ekki einu sinni hvað að koma. Bara það að sé komið gervigreind svona talgervill núna sem talar íslensku, það getur bara breytt algjörlega stöðunni. Það ýmislegt sem þetta að gera og þannig að þetta og við viljum öll sem vinnum hjá sveitarfélögunum að sveitarfélögin sitji ekki eftir. Við sveitarfélögin þurfa að vera í takti við samfélagið. Við erum orðin svo vön því núna, allt sem við erum að gera, fara út í búð og borgum með bara símanum. Það rosalega stutt síðan það var ekki svona. Og þú veist, hjá bönkunum, við afgreiðum okkur sjálf. Og þetta bara þróunin og þetta það sem að gerast og þetta það sem samfélagið kallar á. Og sveitarfélögin, við viljum hafa hæft og gott starfsfólk. Við viljum veita þjónustu sem að bara fólk vill fá og þetta bara umhverfið að breytast á fullu og við þurfum að vera í takt við það. Eins og ég bara sagði áðan svona varandi hvað við þetta teymir að gera við þessi stefna og innviður greiningar taka við erum búin að vera að greina á hvaða hugbúnaði öll sveitarfélögin að keyra, hvað eru, þú veist, áskoranir, hvað eru en við þurfum náttúrulega, við erum tiltölulega nýbyrjuð og við þurfum að tala við alla sveitarfélögin og þetta við erum, eins og ég segi stundum, við erum bara rétt í fjallsrótanum, við erum eftir að fara á toppinn en það langt í hann. Og þessi samvinna, það líka, ríki og sveitarfélög, ferli sem að, þið eruð að skila gögnum til ríkisins og þið viljið ekki þurfa að taka þau hér og handpikka þau og sækju þessu kerfi og tekur 2 mánuði að skila einhverja skýrslu til ríkisins. Þetta ekkert ásættanlegt. Við þurfum að gera þetta á miklu faglegri hátt og nú að láta gögnin flæða og nýta tíman í virðis meiri störf heldur en einmitt að vera að gera endurtekin vinnu sem að kostar ekki miklu átök fyrir heilan. Þetta líka veldur náttúrulega bara svona lítilli starfsánægju þegar fólk þarf að vinna svona vinnu. Og þetta bara stórt mál og svo þú veist, við erum í samstarfi við ríki, við þurfum að huga þessu og við erum í þessu stafræna umbreytingateymi að skoða það svolítið vel líka. Við þurfum að reyna að setja afl í það að sveitarfélögin og ríki sé að tala saman varðandi gagnaflutning. Og svo þessi verkefnastýra sem þessa verkefni, við erum með nokkuð verkefni í gangi. Nú vitið þið öll hvað held ég býst ég við stafræn umbreyting fjallar og hvert hagræðið af stafrænni umbreytingu en ég ætla bara rétt að fara samt svona aðeins yfir það. Þú veist, það svona sem við sjáum einna mest, þú veist, það þessi fækkun fyrirspurna og símtala og tölvupósta og þetta getur spara alveg verulegan tíma hjá starfsfólki og það náttúrulega starfsfólk, við þurfum að, eins og við tölum skilvirknina, það náttúrulega það sem skiptir máli, við getum nýtt starfsfólkið okkar betur. Og þessi stafrænu umbreytingar að auka svigrúm fyrir faglega þjónustu. Færri verk, eins og ég sagði áðan, sem krefjast endurtekningar sem skapar svigrúm til að veita persónulegri þjónustu eða það sem það þarf, eða fara betur ofan í hlutina það sem við þurfum að skoða og þurfum að vera einbeita okkur að. Og þetta leiðir til meiri starfsánægju. Og þessi minni tími í umsýslu og uppsetningu gagnaupplýsinga, eins og ég bara var að nefna áðan. Og þessi tímasparnaði starfsfólk með meiri sjálfvirkni, það það sem við erum svo mikið að horfa í. Það það sem við erum að fara að sjá vera að gerast. Ok, ég búin að fá viðvörunarmerki. Það þessi sjálfvirkni í gagnanýtingu sem skiptir svo miklu máli og þetta bara minna álag á starfsfólk. Það það sem við viljum líka fá út úr því að vera í þessu stafrænu umbreytingu. Og þessi augljósi ávinningur við fyrir íbúan, hann náttúrulega gríðarlega mikill líka. Þú veist, það þessi bæði sem snýr að loftslagsmálunum,
það betri þjónusta á kannski þeim tíma sem þú vilt fá þjónustuna og þetta hagræði og þessi tímasparnaður, og við vitum það bara nú þegar, við erum búin að spara fullt af tíma þegar við þurfum ekki að mæta í bankan, heldur við gerum þetta alltaf á netinu. Og á þess að fara kannski mikið, þið hafið rosalega oft heyrt þessi atriði sem hafa verið að draga fram fyrir íbúan og ég teiknaði þessa glæri einhvern tímann, hún er hrikalega einfald og mikil einföldun, en samt sem áður, fjárfesting í stafrænum lausnum. Við erum að fjárfesta til framtíðar, þótt að það sé þungt akkurat þegar við erum að taka upp verkið, að þá bara ávinningurinn til langtíma og spurningi hvað þessi lína hallar mikið, hvort við sem að segja ávinningin strax á fyrsta ári eða eftir smá lengri tíma, ávinningurinn tvímælalaust, hann kemur tilbaka. Og þannig náttúrulega ekki bara svona, og hann ekki bara fjárhagslegur, hann svo rosalega, hann svolítið falinn, hann mjög mikið falinn. Og rétt í lokin, það sem bara, þegar ég hef þetta tækifæri, ætla ég að segja ykkur bara frá vefsíðun okkar, þar sem við erum náttúrulega að tala allt þetta fyrir sveitarfélögin, hvað við erum að bjóða upp og við erum með fréttir og fræðslu og þið getið komist niður í fullt af efni, lausnatorg, verkfærakistu, upplýsingar þau verkefni sem að verið að vinna sameiginlega og upplýsingar. Og þetta náttúrulega þessi verkefni sem við erum búin að vera í núna 2002. En ég þakka bara kærlega fyrir að fá að vera með ykkur. Þetta rosalega áhugaverð erindi sem nú eftir og það gríðarleg þekking sem í hugbúnaðarhúsunum og mjög mikilvægt fyrir okkur að sækja þessa þekkingu, sjá hvað hægt. Þannig að ég bara góða skemmtun. Takk fyrir mig.